sem ályktunartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks vegna frumvarps til laga breytingar á lögum verslun með áfengi og til máls tekur borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það mér sönn ánægja að koma hér upp og mæla fyrir ályktunartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að borgarstjórn skori á Alþingi að samþykkja áfengisfrumvarpið svokallaða sem kveður á að áfengi verði selt í almennum verslunum. Það gaman að geta talað fyrir svo fínu máli þar sem við í borgarstjórn getum sameinast að stuðla að breyttri þróun í verslunarmynstri, borginni og borgarbúum til heilla. Það eru engar fréttir fyrir neinn sem hér situr í þessum sal að fyrir ári síðan var samþykkt metnaðarfullt aðalskipulag fyrir Reykjavík þar sem mikil áhersla lögð á breytt skipulag varðandi verslun svo að hverfin geti verið sem mest sjálfbær. Í aðalskipulaginu það orðað sem svo að í hverjum borgarhluta og hverju hverfi skal vera hverfiskjarni og nærþjónustukjarni þannig að dagleg verslun og þjónusta sé sem mestri nálægð við íbúana sem og flestum gert kleift að versla fótgangandi eða hjólandi innan síns hverfis. Áfengisfrumvarpið stuðlar einfaldlega að þeim markmiðum. Sala áfengis í verslunum myndi styrkja hvort sem var að borgarhlutakjarna, hverfiskjarna eða nærþjónustukjarna. Í gegnum árin hafa stórmörkuðum almennt verið fundinn staður innan atvinnusvæða, fjarri þéttri íbúðabyggð. Í skýringu með aðalskipulaginu segir að þær breytingar á verslunarmynstri í Reykjavík og allra síðustu árum sé dæmi þróun sem mögulega hefði verið hægt að grípa inn í með réttum skipulagsaðgerðum. Mikilvægasti þáttur slíkra aðgerða að stemma stigu við opnun nýrra verslana innan atvinnusvæða og á öðrum svæðum fjarri íbúðabyggð sem ekki eru göngu eða hjólavæng. Annar þáttur að skapa forsendur fyrir hagkvæmum rekstri matvörubúða í hentugu húsnæði innan íbúðahverfa. Hægt að heimfara sömu lögmál yfir á áfengisverslun. Í aðalskipulaginu því gert ráð fyrir áherslum sem kallast kaupmaðurinn á horninu, sem feli í sér að dagleg verslun og þjónusta sé sem mestri nálægð við íbúana svo að þeir geti sótt sem mest af sinni daglegri verslun og þjónustu í nærumhverfi sínu en þurfi ekki að sækja á bíl. Langflestar áfengisverslanir ríkisins eru ekki staðsettar á stöðum sem fullnægja því markmiði. Skoðum það nánar. Í Reykjavík eru 7 vínbúðir. Engin þeirra búða getur kallast hverfisverslun. Þær vínbúðir sem helst stóðu fyrir nokkrum árum undir því nafni voru vínbúðirnar í Grafarvogi og Mjódd. Grafarvogsbúðinni var hins vegar lokað þrátt fyrir að hafa verið valin vínbúð ársins bæði árin 2006 og 2007 og vínbúðin í Mjódd var einhverju hluta vegna færð yfir í Garðheima. Þær vínbúðir sem eftir eru við stórar verslunargötur í Austurstræti, umferðargötur í Borgartúni, í verslunarmiðstöðum í Kringlunni eða á bílastæðaflæmum sem gerir raun ekki ráð fyrir að íbúar nærliggjandi hverfa komi gangandi í verslunina eins og í Skeifunni, Skútuvogi og Stuðlahálsi. Þeir íbúar Reykjavíkur sem vilja versla við vínbúðana í sínu hverfi verða því engu að síður að fara út úr hverfinu og inn í aðra verslunarkjarna til þess að kaupa eina algengustu neysluvöruna. Dæmin úr Grafarvogi sýna að ríkið hefur augljóslega lítinn áhuga á því að smásöluverslanir þess styðji við hverfisverslun og sjálfbærni hverfa. Þvert á móti hvetur ríkið til aukinnar bílaumferðar og óhagræðis með stefnu sinni. Þessar 7 áfengisverslanir í Reykjavík eru því hvorki staðsettar í öllum hverfum borgarinnar né getur einhver þeirra talist vera hverfisverslun í skilningi áherslna kaupmanninn á horninu í aðalskipulaginu. Í þessu samhengi rétt að minna á að þar sem eitt af markmiðum aðalskipulags að í hverfum borgarinnar verði núverandi verslunar og þjónustulögur dagvöruverslana festar í sessi til að tryggja betur stöðu verslunar og þjónustu innan hverfanna eru heimildir atvinnuverslanir og atvinnusvæðum utan íbúa hverfa takmarkaðar. Það gefur því augaleið að sömu rök ættu auðvitað við áfengisverslanir, þar sem þær eru, eins og áður sagði, vel flestar á slíkum atvinnusvæðum eða á öðrum þeim svæðum þar sem reynt verður að draga úr verslun. Annað mikilvægt atriði að verslun í áfengi í almennu verslunum mun einnig stuðla að hinum veigamikla þætti að með því fá hverfisverslanirnar og hinir eiginlegu kaupmenn á hornum Reykjavíkur í hverfunum tækifæri til að bjóða upp á vinsæla samkeppnisvöru sem stuðlar að því að borgarbúa finni sér síður nauðbeygða til að keyra í útjarða borgarinnar til að versla bæði mat og drykk á þeim stað sem áfengisverslanir eru staðsettar. Það erfitt fyrir kaupmanninn á horninu
að keppa við stóru markaðina þegar þeir geta boðið upp á vínbúð við hliðina á sinni verslun, eins og í rauninni í Skeifunni, Kringlunni og víðar. En hverfisverslanirnar geta það ekki. Vínbúðirnar stýra þannig verslunarhegðun fólks og draga viðskiptavinnu á ákveðna staði sem í öllum tilfellum eru fjarri kaupmanninu og horninu. Með því að hverfisverslanirnar geti einnig selt áfengi er því verið að stuðla að því að heildarinnkaup séu gerð innan hverfisins, eins og áherslur aðalskipulags bera með sér. Það er einfaldlega líklegra að þegar þarf að versla fyrir matarboð verði þau innkaup framkvæmd í hverfisversluninni þar sem er hægt í sömu ferð að kippa með sér rauðvínsflöskunni í staðinn fyrir að versla í stórmörkuðunum í útjaðri borgarlandsins þar sem borgarbúar þurfa velflestir hvort þið að keyra til að kaupa rauðvínsflöskuna. Með því að geta keypt rauðvínsflöskuna í hverfisversluninni munu viðskipti með hana aukast einnig á öðru leyti sem styrkir hverfisverslunina almennt á almennum samkeppnismarkaði. Heyrst hafa áhyggjur allir þess efnis að úrvalið verði ekki nægilegt í smærri verslunum og því sé ólíklegt að áfengissala myndi blómstra í smærri verslunum. Það er vert að minnast á að það hefur ekki verið reynslan frá löndunum í kringum okkur og engin ástæða til að óttast að áfengisverslun í smærri verslunum mun ekki lifa af. Það er einfaldlega fullkomlega eðlilegt að sömu lögmál munu eiga við flóru alls vöruúrvals hér á landi og vöruúrval á áfengi. Í hverfisverslunum eru ekki til allar tegundir landsins af osti eða þvottaefni. Í hverfisversluninni verður að sama skapi ólíklega til allar tegundirnar af rauðvíni. Það breytir því ekki að áfengi er þægindavara í þeim skilningi að það er þægilegt að geta skotist út á horn og keypt bjór út á næsta horni og það verður gert, þó að allar heimsins tegundir af bjór verði þar ekki að finna. Aðalatriði í þessu máli varðandi okkur hér sem erum að búa til borg og viljum stuðla að sjálfbærri hverfum og umhverfisvænni samgöngum er að það verður skotist út á horn til að kaupa bjórinn í staðinn fyrir að þurfa að keyra eitthvað annað til að kaupa hann. Það er þægilega fyrir borgarbúan og það er betra fyrir borgina. Það er auðvitað skiljanleg gömul saga og ný að hægt er að hafa alls konar svartsýnis og efasemdir raddir allt það sem er nýtt og eflaust hægt að ræða ýmsa vinkla þess fram og tilbaka. En aðalatriði í þessu máli fyrir okkur hér í borgarstjórn Reykjavíkur er tiltölulega einfalt. Á þingi liggur fyrir frumvarp sem mun stuðla að aukinni verslun í hverfum Reykjavíkur. Það mun stuðla að því að það verði minni þörf á að keyra á milli borgarhluta til að versla algenga neysluvöru. Það ekki bara styður við áherslur aðalskipulagsins sjálfbærri hverfi og umhverfisvænni og fjölbreyttari samgöngumáta, það beinlínis stuðlar að þeim og styrkir þær. Fyrir borgarstjórn sem vill stuðla og styrkja við áherslur aðalskipulags er því ábyrgðarhluti að fylgja því í verki með að sameinast að skora á Alþingi að samþykkja það að verslun með áfengi geti átt sér stað í sem flestum verslunum Reykjavíkur. Verslun með áfengi mun stuðla að aukinu hverfisverslun, styðja við áherslur aðalskipulags þróun og sjálfbærri hverfi og umhverfisvænni og fjölbreyttari samgöngumáta. Það er einfaldlega hlutverk okkar hér að fagna öllum þeim skrefum sem er hægt að stíga til að styðja við þá þróun. Ég hvet borgarstjórn til að samþykkja ályktunartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks vegna frumvarps til laga breytingu á lögum verslun með áfengi sem er svo hljóðandi með leyfi forseta. Borgarstjórn skorar á Alþingi að samþykkja áfengisfrumvarpið svokallaða sem kveður á að áfengi verði selt í verslunum. Slík breyting á verslun með áfengi er mikið og mikilvægt hagsmunamál fyrir borgina og borgarbúa þar sem hún mun stuðla að markmiðum nýs aðalskipulags borgarinnar sjálfbærni hverfa svo að borgarbúa geti nálgast daglega verslun og þjónustu í nærumhverfi sínu. Áfengi er hluti að neysluvöru borgarbúa og ljóst að fáar og illa staðsettar áfengisverslanir ríkisins vinna gegn þeirri þróun. Verslun með áfengi í hverfisverslunum mun hins vegar stuðla að því markmiði aðalskipulags að umhverfi daglegrar verslunar borgarbúa verði hverfisvætara í nærumhverfi borgarbúa á sjálfbærari og samkeppnis- og umhverfisvænni hátt. Takk. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur hv. borgarstjóri til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil í upphafi byrja á því að þakka fyrir að taka þetta mál hérna upp. Ég skal viðurkenna að ég ekki sjóaður í öllum krókum þessa frumvarps og hafði satt best að segja við einfaldan lestur á því ekki átta mig á því að það væri útfært þannig í frumvarpinu að það væri beinlínis bann við því að áfengi væri selt í stærri matvöruverslunum þannig að þetta verði fyrst og fremst til þess að ýta undir kaupmanninn á horninu.
En það getur verið að mér hafi yfirsést þetta. Hér var fyrst og fremst rætt málið sem skipulagsmál í framsögunni og það hugsanlega ein hlið á málinu en það líka á því velferðarhlið og meðferðarhlið og forvarnarhlið og lýðheilsuhlið og ég held að áður en borgarstjórn taki afstöðu til þessa máls þá eigi að velta þessum hliðum öllum upp. Þannig að ég legg til að málinu verði vísað til borgarráðs sem leiti afli umsagna þessara sviða og ef við ætlum að taka þetta fyrir að þá gerum við það rækilega. Hv. borgarstjóri lokið máli sínu. Þá næsta málefnaskrá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Ég ætlaði nú varla að trúa því að krakkapólitík suðs væri komin hérna inn í borgarstjórn til okkar. En þeim hefur greinilega tekist að finna upp nýjan vinkil sem að væri að tengja áfengislagafrumvarpið sem að þeir hafa komið fram með á Alþingi ásamt reyndar nokkrum flokkssystkinum mínum sem ég kann enga skýringu á hingað inn í borgarstjórn. Ég ætla að byrja því að ræða það að flutningsmenn, eða það að segja, flutningsmenn tilviljunar eru hreinlega bara í andstöðu við sjálfan sig. Það var nú þannig að 30. maí 2013 að þá samþykkti einróma í borgarráði og þar með talið Sjálfstæðisflokkurinn samstarfssamning milli Reykjavíkurborgar og embættis landlæknis lýðheilsu. Og þar var samþykkt á nokkur athugasemdir að skipa í starfshóp sem tryggja skyldi að samningur Reykjavíkurborgar og landlæknisembættisins sem stýra frístundaheimilum, leik- og grunnskólum gengi eftir. Það var líka talað í þessu að setja fram kerfi tillögur heilsueflandi samfélag, heilsueflandi hverfi. Og það nú vantar þessi skemmtilegi vinkil sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ákveðið að koma hérna upp með í þessari umræðu. Til upprifjunar ætla ég að fara yfir það að í tengslu við vinnu að hverfaskipulagi Reykjavík sem að átti sér stað vorið 2013 þá hafði embætti landlæknis það hlutverk að veita sérfræðiráðgjöf og taka þátt í samráði með íbúum hverfanna sem átti að miða því að tryggja hverfiskipulag í hverju hverfi og stuðla eins og kostur væri að heilsueflingu. Það var skipað stýrihópur hverfiskipulag þar sem embætti landlæknis veitti sérfræðiteymunum ráðgjöf. Ég velti því bara hreinlega fyrir mér hérna hvort að Sjálfstæðismenn hafi eitthvað misskilið þetta heilsueflandi hverfasamfélag með það og haft það að leiðarljósi að þetta snerist allt það að ganga út í búð, sama hvað selt væri í búðinni. Það kannski frekar að þeir hafi gleymt að ræða það í þessum sérfræðihópi að það ætti frekar að ganga út í vínbúð heldur en að ganga út í búð. Eða hafa þeir áhyggjur af því að stútum undir stýri fjölgi því þeir þurfa að keyra milli hverfa til þess að verða sér út guðsvegarnar. Ég held í gangi heim kannski textinn sem að þeir ættu að hafa í huga hér í dag. Ljóst að það hafa komið fjölmargar athugasemdir inn til Alþingis varðandi þetta frumvarp og meðal annars frá embættis landlæknis þar sem að sagt í mörgum orðum rætt skaðlega áhrif áfengisneyslu sem sé stórt lýðheilsuvandamál og þar vitnað í aðgerðir sem að auka aðgengi áfengi mun hafa áhrif á lýðheilsu landsmanna og lýðheilsu borgarbúa þar með. Það einnig vitnað í og haft sem fylgirit bréf frá World Health Organization það að takmarka aðgengi áfengi ein skilvirkasta leiðin til þess að sporna við aukinni áfengisneyslu. Skilvirkasta leiðin. Og samkvæmt þessum blöðum sem við höfum hér og sem liggja fram inn á vef Alþingis
þá það nú þannig, og við getum allavega hrósa happi við því, að neysla áfengis á hvern íbúa lægri á Íslandi heldur en í Mið-Evrópu, og þessi ágæta stofnun telur einmitt að ástæðan fyrir því skert aðgengi að áfengi. Og það talað það á fleiri heldur en einum og fleiri heldur en tveimur og fleiri heldur en 3 skýrslum og rannsóknum sem hafa verið gerðar að auki aðgengi að áfengi auki neyslu þess. Og þá einnig talað það að þegar verið búið, og ef að þetta stóra skref verður stigið að heimila sölu, sem ég ætla að vona að borgarfulltrúar hérna inni munu ekki samþykkja þessa tillögu, en þá erfitt að snúa blaðinu við. Það verður ekki gert. Að það hafi engin dæmi það í hinu vestræna heimi að það hafi verið gefin áfengissala frjáls og það síðan dregið tilbaka. En í greinagerðinni sem að sjálfstæðismenn, og mér langar bara rétt að hérna með leyfi ekki fundarstjóra, leyfi forseta að vitna hérna í svör sem hafa komið frá Félagsráðgjafafélagi Íslands, tilvitnun hefst. Áfengi engin venjuleg neysluvara og væri vart á boðstólum til manneldis ef það væri að uppgötvast í dag. Þekking okkar á skaðsemi þess víðtæk. Skaðsemin á líkamlega, geðræna, sálræna og félagslega þætti. Kostnaður vegna skaðsemi neyslu áfengis gífurlegur fyrir samfélagið. 10–15% af þegnum samfélagsins ánýtast áfengi með alvarlegum afleiðingum fyrir einstaklingi sjálfan, fjölskyldu hans og annarra í tengslaneyti viðkomandi ásamt kostnaði fyrir samfélagið. Fjöldi rannsókna sýna að aukin neysla hefur áhrif á lýðheilsu almennt, ekki bara þeir sem ánýtast áfengi. Af þessu sökum ekki skilyrðilegt að mæla með umræddum breytingum. Breytingar munu auka aðgengi að áfengi og enginn vafur á þegar neysla þess munu aukast í kjölfarið. Tilvitnun lýkur. Þá hefur umboðsmaður barna sett inn athugasemdir og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga mjög skýra og skelega áskorun til Alþingis að samþykkja þetta ekki. En samt sem áður þetta dregið hérna upp í borgarstjórn fyrir okkur og trúið mér langaði ekki að fara að eyða tímanum mínum í þetta mál. En ég get bara ekki orða bundist. Það verið að tala samkeppnisvöru. Og samkeppniseftirlitið líka búið að skila inn áliti sínu og eru þeir nú yfirleitt hlynntir aukinni samkeppni. En athuganir og rannsóknir samkeppniseftirlit á drykkjarvörumarkaði og þess sem liggur fyrir að bjórumarkaði sýna að þetta mjög ófullkominn markaður. Þarna eru markaðsráðandi fyrirtæki, það eru gerðir samningar markaðsráðandi fyrirtæki sem hindra keppendur þeirra ná að vaxa og dafna. Það eru samningar sem vinna gegn því að nýir keppendur ná að fótfesta á markaðnum og efli þar með samkeppni. Það eru gerðir samningar sem til þess fallin að styrkja og viðhalda markaðsráðandi stöðu sem raska samkeppni. Það eru gerðir einkakaupasamningar, tryggðarhvetjandi samningar og síðan ekki síst markaðsgreiðslur. Höldum við í alvöru að ef að áfengi verði leyft, sala áfengis verði leyfð frjáls í búðum, að þessar markaðshindranir og sú raunverulega fákeppni sem ríkir á íslenskum markaði, að hún eigi bara alls ekkert við. Ég sakna þess reyndar í greinargerð Sjálfstæðisflokksins að þeir skyldu ekki vísa í skýrslu McKinsey, en þeir gera það svo sannarlega í frumvarpinu til Alþingis. Þeir gleyma ekki þeirri góðu skýrslu, Sjálfstæðismenn. En ég ætla nú svona að gleðja ykkur sem situr hérna í borgarstjórn að vísa í þessa skýrslu og því að röksemdirnar sem þar koma fram eru náttúrulega í hæsta máta hjákátlegar. En í skýrslunni verið að tala það að ástæðan fyrir því að við eigum að fara að leyfa áfengi í búðir snúist það hversu mikið af ónýttu verslunarrými á landinu og höfuðborgarsvæðinu. Á borgarstjórn að fara að taka ábyrgð á einhverju offjárfestingu sem hefur átt sér stað í fjárfestingum í verslunarhúsnæði. Ég held nú bara ekki. Við eigum ekki að vera hlaupin til baka með þeir sem hafa offjárfest á þessu sviði.
svo það þetta skemmtilegi vinkil sem að sjálfstæðismenn kom upp á, sem var sérstaklega hafður til þess að höfða til minnihlutans. Og nú bið ég minnihlutann að sýna mér athygli í smástund og þeir reyndu að höfða til ykkar með því að tala þetta snerist allt það að það mætti ekki vera nógu langt að keyra. Já, fyrir meirihlutanum fyrir. Ég bið meirihlutanum að hlusta á mig. Að þetta snerist alltaf það var svo langt að keyra. Og ég veit að þið eru rosalega ánægð með hjólreiðaáætlunina og aukið styttra í alla búðir og ég hef lýst yfir hér og ég líka ánægð með það. En það engin ástæða fyrir því að fara að flytja brennivínsbúðir inn í hvert eitt og einasta hverfi. Og ég held að konjaksbúðir Heimdallar, þær verða ekki hverfi. Það verður kannski bara ein konjaksbúð fyrir Heimdallinga og þeir þurfa þá að taka bílinn sinn, þeir geta endilega hjólað. Ég trú ekki að allir Heimdallingar búa á sama svæði. En vöruúrval, það var nú eitt af því sem var að tala um. Viljum við bara geta keypt bónusbjór í bleikum kassa eða krónuhvítur með gulum tappa? Þá þurfum við alveg að keyra. Vegna þess að þessar búðir þær skipta markanum á höfuðborgarsvæðinu samviskusamlega á milli sín, sem enn eitt dæmið um það hversu óskilvirkur markaðurinn matvöru og drykkjarföng Ég gef fyrir lítið að heildarinnkaup hverfis og einu hverfisbúðirnar í hverfunum eru í flestum tilvikum bara Bónus og Krónan eða dótturfyrirtæki þeirra. Og já, ég vil hvetja meirihlutann, fulltrúa meirihlutann til að koma upp og lýsa afstöðu sinni til þessara tillögu. Því mig langar til að heyra hana. Ég held að allir kjósendur vilji heyra hana. Það svolítið sérstakt að vera í svona mikilli andstöðu við hinn minnihlutaflokkinn. En ég hef bara gaman að því. Ég get ekki trúa því að við sem eru kjörnir borgarfulltrúar, við samþykkjum hvert lýðheilsumarkmiðið, setja fólk í lýðheilsunefndir og vinna að framgangi heilsueflandi grunnskóla og leikskóla og samfélags og hverfis, ætlum að setja þegjandi þegar svona mál sem varða lýðheilsu okkar allra hagsmuni eru lögð á borð fyrir okkur. Og þetta frumvarp sem ég segja sé nú bara hreinlega í boði Haga, að við setjum ekki stuðning okkar við það. Ég ætla að koma fram með tillögu sem fer gegn tillögu borgarstjóra. Ég hef engan áhuga að sjá þetta mál fara og velkjast í kerfinu í einhverjum nefndum og ráðum og skýrslum og einhverjum álitaefnum. Ég vil bara að við stöndum keikinn þetta og tökum ákvörðun það að bara fella þessa tillögu og vera stolt af því. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn, það best að ég taki það strax fram að ég mun ekki greiða atkvæði með því að fella þessa tillögu og ég verð nú reyndar að segja eftir ræðu borgarfulltrúans Sveinbjörnsdóttur að þá fannst mér þess að gerir stundum þegar áfengi ber á góma að þá komast sumir borgarfulltrúar og ekki borgarfulltrúar, almennir borgarbúar oft í einhvern sérkennilegan ham eins og séu jafnvel búnir að innbyrða 2 eða 3 konjakspela og fara að tala einhvern veginn með svona fornum hætti málin og stilla þessu upp og þegar ég heyri það að þetta sé tillaga sem að koma beint úr krakkahorni SUS að þá virðist ég vera lentur á stað sem ég hélt ég myndi andri lenda á. Mér fannst sem sagt ræða Hildar Særisdóttur mjög skynsamleg, mjög rökföst og ég get bara ómögulega tekið undir þetta þó það sé hugsanlega líklegt til vinsæld í ákveðnum kreðsum að tala vín og bjór eins og þetta sé einhvern veginn drykkur djöfulsins sem að muni fara með alla í algjöru glötun, það gjörsamlega út í hött. Og eins hitt að sú hugmynd að leyfa sölu á víni í matvörubúðum að hún sé
einhvers konar tilræði við þá sem hér búa, og sérstaklega börn og unglinga. Það alltaf farið beint í tilfinninga-klámið, líkum við að segja. Mér finnst það út í hött, sko, vegna þess að þannig fyrirkomulag nú í flestum vinalöndum okkar, flestum löndum næst okkar, nema Norðurlöndum að vísu. Það að segja að þá þurfum reyndar að undanskilja Danmörku, ef ég man rétt. Þannig að það nú ekki eins og að þetta fyrirkomulag hafi reynst mannkyninu alveg hræðilega, og það getur verið að setja mæla það að hér á landi sé einhver svona örlítið minni vínandi innbyrður per persónu en í Mið-Evrópu. En ég verð að segja það að mér finnst Mið-Evrópumenn fara yfirleitt talsvert betur með þetta magna víni sem að þeir innbyrða heldur en mjög margir Íslendingar fara með það, og það ættu nú þeir að þekkja vel sem að sitja hér inni. Sem sagt, ég get bara ómögulega tekið undir það að vín sé einhvers konar stórhættuleg vara, og að þess vegna þurfi að fjalla það með einhverjum alveg sérstökum hætti og setja sig í einhvers konar templara ræðustíl frá því 1914. Það vill svo til líka og sem nú eiginlega alveg ótrúlegt að hefur gerst, að hér hefur örfáum árum orðið til alveg ótrúlega lífleg og kröftug og skapandi bjórgerð á Íslandi, og mér finnst það nú bara eitt af því sætara sem hefur gerst á þessu landi, að allt í einu einhverju bændur í Skagafirði og Eyjafirði og Ölfusholti og Flóanum og Snæfellsnesi, meira sér á Snæfellsnesi, þarna að brugga ótrúlega góðan bjór. Og þetta íslensk framleiðsla, íslenskt vatn og einhverju liti hugvit, íslenskt líka, þó það séu þetta mikið fengið frá erlendum löndum þar sem löng hefð fyrir bjórdrykkju. Hér var drukkin bjór eða mjöður á miðöldum og á þjóðveldisöld sem við dýrkum sem mest. Þannig að það ekki eins og þetta sé eitthvað svona framandi eða eitthvað skrítið, og mér finnst líka hafa verið stigin hér mörg merkileg skref þegar ég var unglingur og ungur, að þá var það þannig að þá var það bara fólk sem að fór til útlanda, og þá voru einhver þeir sem hefði efnað því fór oft til útlanda sem að geta keypt sér bjór. Furðulegt fyrirkomulag sem að einhvern veginn veittu ákveðnum hópi, þjóðfélagshópi, ákveðin forréttindi, og núna finnst maður þetta svo fáránlegt, sko. Eins að það að mátti ekki selja bjór á börum og öldurhúsum ótrúlega lengi. En ég ætla ekki að hafa þetta mjög mikið lengra, nema hvað að það alveg hárrétt sem kom fram í tillögunni en málflutningi borgarfulltrúans Hildar Sverrisdóttur, og það ekki vafi á því, allavega í mínum huga, og ég hef aðeins skoðað að ef þeir leyft að selja, við segjum bara léttvín og bjór í hverfisverslunum, að þá myndi það myndi örugglega hjálpa hverfisverslunum, og ég lít svo á að það væri til hagsbóta fyrir íbúa borgarinnar. Það breytir engu, held ég, fyrir þá sem eru í mjög miklum áfengisvanda, en ég ætla ekki að fara mjög langt út í þá sálma því að þá eru komin inn á mjög mikið jarðsprengjusvæði. Sem sagt, mér finnst tillaga borgarfulltrúans að mörgu leyti góð. Ég tek þó undir með borgarstjóra að ég vil ekki samþykkja þetta hér og nú. Ég held að þetta þurfa að fara í gagngera skoðun hjá ýmsum nefndum borgarinnar og samtökum sem að hafa látið sig þessi mál varða. Og svo sjáum við til, vonandi fer bara þá sú vinna í gang og svo fá einhverja niðurstöðu því. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu, og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Eiðar Svansson. Forseti og borgarfulltrúar, ég
vil þakka borgarfulltrúanum Hildi Sverrisdóttur fyrir þessa tillögu og vekja máls á þessum sem að mér finnst vera skemmtilega vinkli á áfengisfrumvarpinu. Ég hef sjálfur velt þessum fyrir mér að það sé ákveðið óhagræði í því að hafa áfengi sem að vissulega neysluvara margra okkar, hafa hana í verslunum sem að eru ekki í nærumhverfi fólks og fólk þarf að sækja sérstaklega. Þetta minnir margt á ágæta grein sem að hagfræðingurinn Óttar Guðjónsson skrifaði sem birtist í Morgunblaðinu 4. nóvember síðastliðinn, þar sem að hann færi rök fyrir því að þjóðhagslegt hagræði af þessu frumvarpi yrði á við 7-falt hagræði af Vaðlaheiðargöngum vegna tímasparnaðar og sparnaðar við ferðalög á milli almennt. En að því sögðu þá held ég að það sé ágætis tillaga sem að borgarstjóri hefur borið upp að sendja þessa tillögu til umsagnar hjá þeim fagaðilum sem eru til þess bærir að svona meta á sinn hátt nákvæmlega hver áhrifin á borgina yrðu og svo getum við skoðað framhaldið úr því. En svo líka auðvitað eins og borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur rakið, það á þessir margir vinklar og ég fór auðvitað að skoða frumvarpið svona eftir því sem ég hafði tíma til eftir að þessi ályktunartillaga borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins barst og við það eru margvíslegar athugasemdir og ýmsum vinklum þar velt upp. Þetta núna í meðferð hjá allsherjar- og menntamálanefnd og maður bindur auðvitað vonir við og trúir því að tekið sér tillit til þeirra umsagna og þetta fái meðferð í samræmi við það. En þetta markmið í sjálfu sér að styrkja við hverfisverslun góð þó að ég svona með þeim fyrirvara að ég náttúrulega ekki á þingi sjálfur og hef ekki kynnt mér frumvarpið ítarlega, þá mætti gera athugasemdir við suma þætti eins og hvort það rétt væri að skella bæði léttu áfengi og sterku saman í einu og svo náttúrulega eins og margir hafa bent á í umsögnum við frumvarpið, bæði aðilar í atvinnurekstri og neytendastofa og fjölmiðlanefnd hafa bent á þá vekur þetta spurningum hvað verður löggjöfina og eftirlit með áfengisauglýsingum. Þetta myndi auðvitað setja meiri pressu á að auglýsa áfengi og það nú verið að fara fram hjá því með ýmsum hætti nú þegar. Neytendastofa hvetur þarna til þess að eftirlit með áfengisauglýsingum verði fært til hennar í stað frá fjölmiðlanefnd. Á meðan Samtök verslunar og þjónustu vilja að samhliða þessu yrði bann við áfengisauglýsingum afnumið. Og svo náttúrulega spurningin með lýðheilsuna og áhrif á neyslu og svo framvegis. Það vara margir við aukinni neyslu og með auknu áfengi aðgengi þá aukist neysla og neysla unglinga. Það líka vara við að með því að fólk undir 20 fái afgreiða þá myndist pressa á að það afgreiði félaga sína. En þetta náttúrulega eitthvað sem svo maður noti svolítið klisjukennt orð, skoða svolítið heildstætt sko. Þegar maður eykur frjálsræði á þennan hátt sko, það líka bent á að það lítið talað viðurlög við broti á því að selja gegn ungmennum, hvað gerist þá og hversu hörð eru þau og hvert eftirlitið Mér kemur til hugar í Bandaríkjunum sem er náttúrulega mikið frjálsræðisríki í þessum efnum, þar eru mjög hörð viðurlög við brotum á þeim reglum sem þó eru í gildi, ekki síst þegar lítur að svolítið til ungmenna og mjög stífar reglur. Ég man þegar ég var út í Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum, þegar ég drakk sjálfur ennþá áfengi, þá var ég þar í bakgarði með bjór við hönd og svo ætluðum við að fara eitthvað annað og ég ætlaði náttúrulega bara að kippa bjórnum með mér eins og maður gerir hér og það var mér bent á að það veri stranglega bannað og ég geti lent í
miklum vandræðum með löggæsluna ef að ég yrði tekinn með opinn bjór við hönd á opinberum vettvangi. En nú er ég búinn að orðlengja töluvert þetta allt saman og í stuttu máli þá styð ég það að það má meðferða tillögu að þetta yrði sent til umsóknar eins og mér minnir að borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hafi nefnt það hvað velferðarráð og umhverfis- og skipulagsráð sem að geta kannski frætt okkur betur fleiri vinkla á þessu máli. En þó að mér sé svona pínu skapi næst að samþykkja þetta með þeim fyrirvara að tekið verði á þeim svona mikilvægu athugasemdum sem að hafa borist við frumvarpið í meðferð þingsins. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu og þá tekur næsta máls borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Ég ætla bara að byrja á því að segja að ég ætla að taka undir með borgarstjóra. Mér finnst mikilvægt að við vísum þessu máli til borgarráðs og skoðum þetta mjög vandlega. Það eru mjög margar hliðar á þessu máli og eins og hefur sést á meðferð málsins hjá Alþingi þá hafa virkilega margir sent inn athugasemdir og umsagnir þetta frumvarp og þar mjög margir fagaðilar og hagsmunaaðilar, þeir sem eru að gæta hag barna og ungmenna. Það er einfaldlega þannig að neysla á áfengi er einn af sterkustu áhrifaþáttum á lýðheilsu og þetta er mat Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar og ekkert neitt persónulegt mat mitt eða neitt annað, það er bara þannig. Þess vegna þarf að fara varlega þegar maður er að taka svona stór skref í að auka aðgengi að áfengi. Kostnaður vegna neyslu áfengis birtist mjög víða og áfengisneysla hefur bein og óbein áhrif á tíðni slysa, ofbeldi, ekki síst heimilisofbeldi sem við erum einmitt að berjast gegn hér. Og óhófleg neysla getur haft ýmsan annan félagslegan vanda í för með sér sem hefur síðan í för með sér ýmsan samfélagslegan kostnað, bæði fjárhagslegan og annars eðlis. Þannig að mér finnst þetta afskaplega flókið mál sem að snerti borgina og borgarbúa á mjög margan hátt. Og margan hátt annan en þann að það getur verið gott að fá verslanir út í hverfin sem getur vissulega verið jákvætt. En þá er spurning hvort að við eigum að líta þetta sem einhverja venjulega neysluvöru eða hvort eigum að líta á þetta sem það áfengi sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur varað okkur við að auka aðgengi að. Svo finnst mér bara mikils virði að nefna það hér að við höfum náð mjög miklum árangri meðal barna og ungmenna í að minnka drykkju og börn hér eru ólíklegri, samkvæmt rannsóknum, börn 14 til 19 ára eru ólíklegri hér til þess að Íslandi til þess að drekka áfengi heldur en á Norðurlöndunum og þau byrja seinna að drekka áfengi og það er horft til þess hjá okkur af öðrum þjóðum að við höfum þetta kerfi á og þetta sé mjög líklega ein af þeim ástæðum sem að þarna liggja fyrir. Þetta er ekkert tilfinningaklám að nefna, Hjálmar Sveinsson, þetta er bara einfaldlega staðreynd sem að kemur fram ef að þetta er skoðað. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að taka bara vel inn í myndina og ég ætla líka að fá að nefna það að ef þetta verður sent til, ef þetta verður samþykkt að þá er það borgarinnar líklega að hafa eftirlit með því hverjir kaupa áfengi, hvort að það er ungt fólk og þetta er mjög lítið útfært í frumvarpinu. Þannig að mér finnst svona kannski eins og það sé kannski ekki alveg tilbúið. En heilbrigðiseftirlitið hefur í dag eftirlit með því hverjir kaupa tóbak og hefur til þess mjög takmarkað möguleika á því að fylgjast með því hvort þar eru ungmenni eða ekki. Þannig að ég svona velti fyrir mig bara hvort að ég ætla alls ekki að fara að segja að ég vilji banna áfengi. Áfengi er eitthvað sem að margir geta neytt og án þess að það valdi þeim neinum vandræðum. En bara þetta er stórt lýðheilsumál, þá þarf að skoða þarna sérstaklega velferð barna og unglinga. Og ég bara velti fyrir mig hvort að fyrir okkur sem erum
kjósum það að neyta áfengis, hvort það sé ekki bara allt í lagi að það sé smá fyrirhöfn fyrir okkur. Minnir okkur á að þetta ekki nein venjuleg neysluvara, þetta vara sem við eigum að nálgast með gát. Já, borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég styðja þá að sjálfsögðu þá tillögu sem hér hefur verið lögð fram og mælt fyrir að borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttur. Við sjáum í þessu máli eins og kannski fleirum að það tekst á þetta klassíska frjálslyndi og stjórnlyndi. Ég hef maður hefur heyrt á þetta er gömul skilgreining á íhaldsstefnunni eins og hún var skilgreind fyrir kannski 80 árum að hún var í skortur á tilhneigingu til að gerast forráðamaður annarra og það má yfirfæra þessa skilgreiningu yfir af frjálslyndi eða frjálshyggju eða sjálfstæðisstefnu en mér hefur nú samt fundist eins og henni hafi verið að vaxa fiskur úr hrygg og jafnvel hefur maður heyrt rauninni bara ágæta sósíaldemókrata að taka sér hana í munn, ekki síst þeir sem kjörnir fulltrúar Bjartrar framtíðar. En svo verður kannski líka að segja að þetta er kannski áfengismálin, þau eru mörgulítið þverpólitísk. Þau hafa kannski ekki oft komið til umræðu eða atkvæðagreiðslu hér í sölum borgarstjórnar. Ég man þó eftir einu tilviki fyrir 7 eða 8 árum þegar voru greidd hér atkvæði í borgarstjórn hvort það ætti að veita veitingastað sem starfaði í Egilshöllinni áfengisleyfi og þar klofnaðist borgarstjórn í afstöðu sinni og það var þvert á flokka. Ég man ekki alveg hvernig þessi atkvæðagreiðsla fór en ég man að þetta var bara þvert á flokka. Ég hygg að sá veitingastað sem er núna í Egilshöllinni, hann hafi áfengisleyfi, það er eins og mér minni að þetta hafi verið fellt á þeim tíma. En þannig er það kannski bara með áfengismálin, þau eru mörguleyti þverpólitísk í sjálfu sér og Ísland hefur mjög sérstaka sögu í áfengismálum. Hér var við mikinn vanda að etja, getum við sagt kannski upphafið þar síðustu valdar og menn fóru ýmsar leiðir til að takast á við þann vanda. Áfengisbanni sem var í gildi tíma, það var þetta bara sett vegna þess að menn voru að gefast upp fyrir áfengisvandamálinu og töldu að það er að beita mjög virkum aðgerðum sem voru fordæmi fyrir frá öðrum ríkjum, til dæmis Bandaríkjunum, að það væri rétt að banna þessa vöru. Og þetta var allt, og banni var auðvitað allt sett af velmeinandi mönnum, en það mistókst hrapallega. Svo var því afleitt og það var að fara að selja og því var afleitt eiginlega meira á þetta kannski efnahagspólitískum ástæðum heldur en öðrum og því var afleitt og smá saman hefur verið slakað á klónni. Það var þetta stórt skref stigið þegar að bjórinn var leyfður hér fyrir 20 eða 25 árum og þá voru ýmsir sem spáðu því að það myndi fara illa. Bjórinn myndi þýða aukna neyslu áfengis og aukið aðgengi að áfengi og ég held að það vel gengið eftir. Þær spár rættust að áfengisneysla myndi hér aukast en ég myndi samt segja að áfengismenning hafi batnað hér töluvert líka á þessum 25 árum sem liðin eru. Allir þessir aðilar sem borgarfulltrúi Framsóknarflokksins nefndi áðan sem leggjast gegn þessu frumvarpi núna, þeir lögðust líka gegn bjórfrumvarpinu á sínum tíma og voru með hérna verstu hrakspár. Sem betur fer hafa þessar hrakspár ekki ræst, sem betur fer. Og ég held að það sé tímabært að stíga skref í frjálslega sátt að þessu leyti. Það er algjörlega réttmætar þessar röksemdir sem hér komið fram hjá framsögumanni það að þetta stendur verslun í litlum verslun út í hverfinu fyrir þrifum. Ég hef átt þetta mörg samtöl við kaupmenn
rauninni þá fáa hverfiskaupmenn sem eru eftir í Reykjavík, þeir eru ekki svo margir því miður, og þeir telja að þetta skipti máli, til dæmis upp á hverfisverslunina, þegar að fólk er að kaupa helgarsteikina og vilja fara auðum með matnum, þá fari þeir gjarnan í þessar leggja í land undir fót, fari akandi í koma við í áfengisversluninni sem gjarnan er þá staðsett við næsta stórmarkað. Ég man eitt sinn eftir því, ég var starfandi skeið í Noregi, í litlu þorpi þar sem voru 2 hverfisverslanir og var alveg á mörkunum þar getur borið sig, ég held að það sé bara ein núna. Og þá vissi ég að bindindishreyfingin í þorpinu, bindindishreyfingin er mjög öflug í Noregi eins og hún var einu sinni á Íslandi, að hún hefði reynt að fá kaupmennina til að láta af því að selja þennan óþverra. Það væri bara ekki gott að selja áfengi sem var gert í hverfisverslunni, þá er ég að tala bjórinn, að selja hann í þorpinu, vegna þá er meira aðgengi. Það væri miklu betra að selja ekki í þorpinu, þá eru menn að fara aka í 20 mínútur í næsta þorp, næsta bæ til þess að kaupa áfengið. Nú, það var ekki gert og það var samstaða í bænum, því að menn áttuðu sig á því að ef þeir kæmu, vegna þess að bara venjulegt fólk sem kann með áfengi að fara, það fengi sér bjór, og menn áttuðu sig á því að ef menn úthýstu þessari verslun úr byggðarlaginu, þá gæti það riðið matvöruverslunni þar að fullu, því að leið og fólk væri neitt til þess að fara í 20 mínútna leið í næsta stóra bæ til að kaupa áfengi, þá væri hætt við það að fólk færi og myndi gera öll svona matarinnkaup þar í leiðinni. Þannig að það má auðvitað nálgast þetta mál út frá ýmsum hliðum og kannski verður alltaf þverpólitískt, en ég held að þetta sé hluti af ákveðinni þróun sem hér þarf að eiga sér stað, og við sjáum í löndum eins og hér hefur verið vitnað í löndum eins og Mið-Evrópu og í Bandaríkjunum, í ákveðnum fylkjum þar sem er gott aðgengi eða mikið aðgengi að áfengi, þá er áfengismenning á þessum stöðum ekki lakari en hér nema síður sé. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir veitir andsvar. Hæstvirtur forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Þetta er dálítið svona sérstök staða að Sjálfstæðisflokkurinn var alltaf svona íhaldsflokkur. En það er kannski ástæðan fyrir því að einhverju tíðanpunkti fann ég mikla samstöðu með honum. En mér langar að taka það fram við borgarfulltrúa Kjartan Magnússon sem kom og talaði nákvæmlega þessa fáu kaupmenn. Snýst þetta raunverulega það að við ætlum að fórna mér finnst þetta hallur þetta orð, þessum lýðheilsu sjónarmiðum. Ætlum við að auka aðgengi barna og fullorðinna og allra landsmanna að áfengisútsölum í ljósi einhvers aðalskipulags sem við samþykktum hérna í Reykjavík, sem þó var samþykkt með aðkomu landlæknisembættisins heilsuhvetjandi hverfi. Ég segi enn og aftur, ég held að fulltrúar hafi misskilið þetta með gönguna út í búð, að það er heilsueflandi, en það sem fæst í búðinu þarf ekki endilega að vera heilsueflandi. Ég ætla að koma örstutt. Ég legg til að það sé ekki verið að fara í einhverja tvívinnu og enn og aftur að senda máli einhverja nefndir og ráð. Við erum til að taka ákvarðanir svona mál sem koma meðal annars inn á borð til okkar, svona tillögur. Ég sé enga ástæðu til þess að fara að senda þetta til umhverfisskipulagsráðs eða velferðarsviðs eða heilbrigðissviðs eftir atvikum. Inn á vefi alþingi.is eru fjölmargar athugasemdir sem hafa komið fram og þær geta aðilar kynnt sér. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir.
Forseti, borgarfulltrúar, eins og ég get ekki tekið undir neitt sem fram hefur komið hjá borgarfulltrúa Sveinbjörgu, hvað stóttur þetta? Sveinbjörnsdóttur, afsakið mér að gleyma því. Þá er ég samt sammála einu og það er, ég held að sé algjör óþarfi að fara að vísa þessu eitthvað annað, heldur held ég að við hefum algjörlega að geta tekið ákvörðun þetta hér. Nú er það þannig að við til dæmis höfum verið að sjá það, ég meina að aðgengi að áfengi hefur aukist verulega undanfarin ár og áratugi. Það er algjörlega augljóst. Fólk getur gengið núna á kaffihús og nánast hvaða tímum sólarhrings og fengið sér í glas. Þannig að aðgengið hefur aldrei verið meira. Enga síður á sama tíma erum við að ná tímamóta árangri í forvörnum. Við erum að sjá bara, þú veist að, jafnvel besta árangur í heimi. Þannig að meðan aðgengi hefur aukist, þá erum við að sýna ótrúlegan árangur í því að fá börn til þess að vera ekki að neyta vímuefna fyrir en, já, allavega ekki á grunnskólaaldri. Þannig að mér finnst svo fráleitt að vera að tala hérna velferðarsjónarmiðin eða lýðheilsusjónarmiðin. Mér finnst það eiginlega bara algjörlega einhvern veginn dett út af borðinu þegar við skoðum bara þessa tölu sem við búum við í Reykjavík í dag. Við héldum hérna alþjóðlega ráðstefnu hversu vel okkur hefði gengið. Þannig að hér er komið tækifæri til þess að láta frábæra hluti aðalskipulagi Reykjavíkur verða að veruleika hraðar en maður myndi annars sjá. Og ég legg og mér finnst bara augljóst að við samþykkjum þessa tillögu og fögnum því hversu vel hefur gengið hjá okkur í að draga úr neyslu ungmennanna. Svo er það auðvitað þannig að við sjálf sinnum eftirlitinu. Við sjálf sinnum heilbrigðiseftirliti og við bara getum ákveðið að taka þá betur á því ef það er einhverjir vankantar á því. Þannig ég sé enga ástæðu aðra en að samþykkja þessa meiri háttar góðu tillögu. Borgarfulltrúin Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir veitir andsvar. Forseti, borgarfulltrúar, ég tek undir með borgarfulltrúanum Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur og Áslaugu Friðriksdóttur að afgreiða þessa tillögu núna í stað þess að vísa henni til borgarráðs. Ég held að flestir hérna inni átti sig alveg á því hvað þetta mál snýst og hafa eflaust myndað sér skoðanir á því. Og mín skoðun er minnsta kosti sú að það er nóg verkefni í borginni svo við séum ekki að leggja það á svið borgarinnar og ráð borgarinnar að fara að eyða tíma í það að skoða þetta mál út frá einhverjum forsendum sem að löngu liggja ljóst fyrir því það er búið að velta þessu máli fram og tilbaka síðust að minnsta kosti 2 áratugina og er mikið af gögnum sem búið er að safna saman á Alþingi. Borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Andsvar veitir þá borgarfulltrúin Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Herra forseti, borgarstjóri, borgarstjórn. Það er nú þannig að í bréfi Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar segir sérstaklega með leyfi, það segir það að áhættan við það að fara úr einokunarverslun eins og við erum með hana og gefa þetta frjálst sé sérstaklega svo að það aukist neysla hjá ungu fólki
Það er talað vulnerable group sem eru þá þeir sem að kunna eða eiga erfitt með að fara og umgangast áfengi og heavy drinkers. Ég bara fyllibitt þá. Síðan er það þannig að velferðarnefnd Norðurlandaráðs hefur farið í vandaða umfangsmikla vinnu í þessum málaflokki fyrir ekki svo löngu þar sem að voru skoðuð meðal annars gögn frá vísinda- og rannsóknaraðilum sem best þekkja til og eru óháðir áfengisframleiðendum. Við skulum líka hafa í huga að það er ekki ósjaldan sem að skýrslur eru unnar af áfengisframleiðendum og verslunaraðilum eða þeir sem hafa hagsmuni af því að fá að selja þessar vörur í búðunum sínum. Þetta er ekkert nýtt og tillagan sem að úr þessu samstarfi á Norðurlandaráði var gerð opinber stefna en öll vinnan þar sýndi ótvírætt fram á að aðgengi skipti mjög miklu máli hvað varðar neyslu. Þannig að ég frábið okkur það að fara að leggja það að jöfnu þó að áfengisneysla Íslendinga hafi ekki aukist úr hófi fram við það að bjórinn hafi verið innleiddur hér, að þá engu að síður hefur hún aukist. Og við getum tekið ákvörðun þetta, það er ekkert nýtt að búa að fjalla þetta alls staðar, alls konar nefndum og ráðum, hagsmunaaðilum, við getum tekið ákvörðun. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið að rita andsvar. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Sú tillaga sem hér liggur fyrir er óvenjuleg að því leyti að í þessum sal tíðkast yfirleitt ekki að flytja ályktunartillögur þar sem að við skorum á ríkið eða reynum að hafa áhrif á ríkisvaldið öðruvísi en að það hafi verið rætt á milli flokka og reynt að ná það þverpólitískri samstöðu. Í flestum og langflestum tilfellum hefur það tekist. Þessi tillaga aftur á móti er þess eðlis að það er ekki bara ágreiningur hana hér í borgarstjórn á milli flokka og milli meiri og minnihluta heldur mögulega innan flokka líka. Þannig að það að einhvern veginn gera sér vonir að héðan verði afgreidd tillaga að reyna að hafa áhrif á þingstörf eða ríkisvaldi finnst mér vera fullmikil bjartsýni svo ekki sé fastar á orði kveðið. Það verður nú að segjast að í umdeildum málum og það er frekar óvenjulegt líka að í þessu umdeilda máli skuli Vinstri græn koma fram sem nokkurn veginn ein heild. Það er ekki oft sem það gerist. En í þessu máli hafa Vinstri græn staðið nokkuð þétt saman gegn frumvarpinu á þingi og haldnar hafa verið ansi margar góðar ræður þar af þingflokki Vinstri grænna þar sem að komið hefur verið inn á ótrúlega mörg rök gegn frumvarpinu, ekki bara þau lýðheilsurök sem að hér hafa verið ágætlega rakin af borgarfulltrúum, það hvernig aðgengi að áfengi myndi auka áfengisneyslu, það hvernig Ísland hefur verið notað sem módel fyrir önnur Norðurland það hvernig við getum dregið úr unglingadrykkju og svona gæti ég lengi talið, ég ætla svo sem ekki að fara efnislega ofan í það. Það hefur líka verið gagnrýnt þetta frumvarp út frá áhrifum þess á aðgengi landsbyggðarinnar að góðu úrvali af vínum, en mjög líklegt að frumvarpið eins og það lítur út komið til með að hafa mjög slæm áhrif á aðgengi landsbyggðarinnar að víni og úrvali þar. Þetta gæti haft beinlínis efnahagslega áhrif fyrir utan náttúrulega þau afleitu áhrif sem að þetta hefur út frá lýðheilsusjónarmiðum. Ég sem sé, svo það sé alveg skýrt, mjög skeptísk á þetta frumvarp og fyrir mína parta gæti ég í rauninni bara tekið þátt í að fella þessa tillögu eins og hún er lögð fram hér í dag. Það hyggst ég aftur á móti ekki gera og ég held að sé ágætt vegna þess að hér er fólk með mjög misskýrar skoðanir á þessu. Hér eru sumir sem eru algjörlega búnir að gera upp hug sinn, aðrir borgarfulltrúar hafa ekki endilega gert það og mér þykir mjög eðlilegt að í tilfellum sem slíkum okkur byrju að afla okkur almennilegra upplýsinga áður en við tökum afstöðu til mála.
Þannig að mér finnst mjög eðlilegt að þessu máli sé vísað til borgarráðs eins og borgarstjóri lagði til hér í upphafi og að fengnar verði umsagnir frá þeim sem að hafa þekkingu á málinu og þeim afleiðingum sem að þetta frumvarp gæti haft áður en að gerð verður tilraun til þess að álykta. Ég leyfi mér þó að efast að slík ályktun myndi nást í gegn, hvað þá í einhvers konar samstöðu sem að hefur nú verið grundvöllurinn fyrir því að við höfum getað haft einhver áhrif í gegnum tíðina. Þannig að þetta nú svona það bil það sem að ég vildi segja. Það að beita fyrir sér skipulagslegum rökum í þessu máli og fara einhvern veginn að nota kaupmanninn á horninu sem ástæðu fyrir því að við eigum að fara að selja áfengi í verslunum finnst mér mjög líka langsótt. Okkur hefur ekki beinlínis gengið vel að staðsetja kaupmenn eða stuðla að fjölgun kaupmanna á hornum. Við höfum miklu frekar verið að glíma við einhvern veginn risastórar verslunarkeðjur sem hafa viljað staðsetja sig einhvers staðar tiltölulega fjarri íbúðabyggð og ég ekkert viss að þær verslunarkeðjur yrðu einhvern veginn auðsveipari eða það væri einhvern veginn auðveldara fyrir okkur í skipulaginu eða í gegnum skipulagið að hafa áhrif á staðsetningu þeirra þó þau seldu áfengi líka, bara síður en svo. Ég held þvert á móti að það sé auðveldara að eiga við þennan eina aðila sem að núna sér að selja áfengi og reyna að fá þau með okkur í samstarfi það, reyna að efla kerfiskjarna og staðsetja verslanirnar þar sem að við viljum byggja upp verslun og þjónustu. Ég held að það séu hagsmunir bæði vínbúðanna og borgarinnar og þar með íbúanna og landsmanna allra. Þannig að það að við eigum að fara að stuðla að því að áfengi fari í einkadreifingu og verslanir, matvöruverslanir út af skipulagsástæðum get ég einhvern veginn ekki fallist á. En að þessu sögðu vil ég bara taka undir tillögu borgarstjóra að þessu verði vísað til borgarráðs, að við fáum þetta umsagnir og svo tökum við málefnalega afstöðu til málsins þegar það liggja fyrir. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Þetta nú orðin töluverð umræða þessa ágætu tillögu sem að Hildur Sverrisdóttir lagði hér fram. Og ég segi eins og hér hefur komið fram fyrir, ég tilbúinn til að samþykkja hana hér á þessum fundi og finnst það auðvitað best ef það væri vegna þess að málið auðvitað í meðferðum Alþingis núna. En við sjáum hvernig það fer á eftir. Mér langaði bara til þess að nefna hér að mér finnst einhvern veginn umræðan þetta ekki alveg vera í samræmi við bara þróun mála. Mér finnst við oft detta niður í þessa umræðu sem okkur finnst fyndin í dag. Umræðu og ætla ég ekki gera lítið úr skaðsemi áfengis eða neitt slíkt. Ég bara muniði umræðan bjórinn. Það þótti betra að Íslendingar væri að drekka eitthvað víngull með pilsner blandað út í heldur en bara að hafa aðgengi að venjulegum bjór. Einhverjir muna eða geta googlað umræðu mjólkina þegar voru mótmælastöður á Austurvelli að því að mjólkin átti að hætta með mjólkubúðir. Það voru í alvöru mótmælastöður á Austurvelli og mótmælaspjöld og á þeim stóð að kaupmenn myndi bara bjóða upp á súra mjólk, ekki gera ráð fyrir henni í búðunum og það yrði bara miklu minna úrval af mjólkurvörum. Sama umræða áfengi og kom hérna fram á það. Það yrði miklu minna úrval af áfengi. Af hverju ósköpunum mætti það að vera? Og svo þetta með aðgengið, þið hafið náttúrulega tekið eftir í hvað þrátt fyrir allt, hvað aðgengið áfengi hefur aukist mikið. Það bara þannig. Það auglýst meira. Vínbúðirnar, þetta heitir ekki lengur áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, þetta heitir vínbúðin. Af hverju það? Það svona til þess að laða fólk meira að þessari einokunarverslun ríkisins. Gera hana svona huggulegri valkost sem hún í dag. Þú fær alls konar þjónustu í vínbúðinni og svo framvegis. Upplýsingar og svona. Þannig að það sem hér að ræða í rauninni bara að stíga síðasta eðlilega skrefið og það það að það sé hægt að fá
þessa vöru út í verslun eins og annars staðar og flestum öðrum löndum, en það er ekki verið að tala um að gera þetta frjálst. Það er ekki verið að tala um að hver og einn geti bara keypt áfengi út í búð. Það verður þetta aldurstakmark og það verður alls konar takmörk. Þannig að ég sé ekki hvað í ósköpunum geti verið að óttast í þessu, og eins og borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir sagði hér áðan, þá leið og aðgengi hefur aukist verulega, þá hefur okkur tekist betur og betur og betur í forvörnum. Og það er lykilatriði í þessu, það eru forvarnir. Það er ekki að mæla lítrana sem við drekkum meira af bjóri eða léttvíni. Það er miklu frekar að horfa á hvernig hefur neyslan breyst og lagast hreinlega á Íslandi, þrátt fyrir aukið aðgengi, þrátt fyrir að við megum drekka bjór og svo framvegis. Og lítrunum fjölgi, að þá er bara að minna alvarleg fyllerí. Og forvarnir í rauninni aðal aðferðin til þess að takast á við þetta, ekki það hvort að ríkið er með einkasölu áfengi. Þetta snýst bara það. Og það sem að borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir var að tala hér áðan, er í rauninni það að aðalskipulagið vill stuðla að því að þá getur fengið meiri þjónustu inn í hverfinu, að það verði auðveldara að vera kaupmaðurinn á horninu, og það að kaupmaðurinn á horninu getur boðið upp á áfengi, auðvitað þýðir það líka að rekstrarskilyrði hans verða þá væntanlega betri, og íbúar í hverfinu þurfa síður að keyra út úr hverfinu í vínbúðina einhvers staðar annars staðar. Það er það sem skiptir máli í þessu samhengi við aðalskipulagið. Og að lokum þetta. Ég gluggaði í skýrslu frá WHO, World Health Organization, sem er sem sagt European Action Plan til þess að draga úr sem sagt slæmum afleiðingum af neyslu áfengis, stefna 2012 til 2020. Þar meðal annars er verið að tala um það að alvarlegir hlutir séu það að út í Evrópu sé svo mikið að það sem kallað er óskráð áfengi í skýrslunni. Það er að segja heimabrugg og alls konar drasl sem fólk er að drekka. Og það sé í rauninni að það er áhersla á það að reyna að draga úr því aðgengi fólks að slíku, hvernig? Með því að bæta aðgengi að öðru, ekki eins skaðlegu áfengi. Vegna þess að fólk verður sér alltaf út þetta. Það er nú bara þannig. Og einhvern veginn hefur það verið þannig, þegar bannið hefur verið mest, eins og hér á bannárunum, sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon nefndi hér áðan, að þá er í rauninni verið að bjóða upp á verstu efnin og það sem er hættulegast fyrir fólk að drekka. Vegna þess að fólk nær sér alltaf í þetta. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson sagði þetta alltaf merkilegan hlut hérna í lokin. Hann sagði að með því að banna eitthvað eða hafa ekki alveg óheft aðgengi að hlutunum, þá væri verið að bjóða heim hættunni að það væri verstu efnin sem væri í boði. Þannig að samkvæmt því getum við dregið þá ályktun að til dæmis með því að banna sölu, hvaða dæmi á ég að taka, kókaíns, þá sé vont kókaín í umferð og heppilegra væri að gefa það frjálst, sölu þess, sama væntanlega við kannabisefni. Það er náttúrulega alveg ljóst maður tekur sem dæmi við getum tekið bara Ísland sem dæmi. Það er auðvitað stór hluti þeirra sem að sitja í fangelsi á Íslandi eru þar vegna einhvers konar tengsla við fíkniefni eða viðskipti með fíkniefni. Sama auðvitað Bandaríkin þau eru nú oftast tekin sem dæmi þetta, en þar eru fangelsin yfirfull af einhverjum aðilum sem hafa verið að
kaupa eða selja eða á einhvern hátt að höndla með fíkniefni. Og einu sinni reyndar alveg rétt, voru þessi sömu fangelsi kannski heldur færri en þau voru full af fólki sem var að satt þar vegna þess að það verið að höndla með áfengi sem þá var bannað, og áfengi eru auðvitað fíkniefni á nákvæmlega sama hátt og kannabis fíkniefni og ýmis lyf. Það er nú þannig að lyf það er ákveðna takmarkanir á sölu lyfja. Það er minna að tala um lyfjamenningu en vínmenningu, en það er ýmsar takmarkanir á sölu lyfja og þau eru til dæmis, ég held bara hreinlega verkjalyf til dæmis séu ekki seld í matvöruverslunum á Íslandi. Held að ef ég er með höfuðverk og ég vil kaupa með verkjalyf, þá þurfi ég að fara í sérverslun, apótek, svo kallað. Ég held að þetta sé rétt, er þetta ekki alveg pottet? Og ef ég fæ lús, eða krakki mín fæ lús, þá þarf ég að fara í sérverslun og kaupa sérstakt sjampó til þess að ég losa hann við lúsina og sjálfan mig líka og aðra í fjölskyldunni. Ef ég vil fara á fyllirí, þá þarf ég að fara í sérverslun, kaupa mér áfengi, eða á bar, reyndar. Ég get líka gert það. Aðgengi áfengi er líklega heldur meira en aðgengi að lúsasjampói. Og það er kannski bara fínt. Enda eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sagði, það er fullt af venjulegu fólki sem kann að fara með áfengi. Og það er líka fullt af venjulegu fólki sem kann að vinna með lúsasjampó. En bensín líka, já. Hvernig er það? Það er bensín, sala á bensín er þannig að hún fer fram á ákveðnum stöðum. Það eru bensínstöðvar sem selja bensín. Og það er nú reyndar hægt að kaupa það meira og minna allan sólarhringinn, en það er ekki selt hvar sem er. Það er ekki í matvöruverslunum til dæmis. En það er nálægt þeim stundum. Mér finnst það í sjálfu sér, sko, ef menn vilja setja þetta sölu áfengis í matvöruverslunum í svona eitthvað forræðishyggju samhengi, þá finnst mér að þeirinn sömu verði að taka þetta alla leið. Sko, forræðishyggjan í því til dæmis að banna kannabisefni, hún er mun meiri en svo að vilja ekki selja áfengi í matvöruverslun. Og alveg saman með kókaín, það er til fólk, venjulegt fólk, sem kann að fara með kókaín. Sturtar þessi rann á sér bara í góðum feeling, bara helgar, en svo bara snertir þetta ekki meiri vikur. Eða bara ekki nema bara einstaka sinnum, sko, bara í góðum feeling. Og það eru til einstaklingar sem að bara kýli í fötu í góðum feeling. Einstaka sinnum, alls ekki oft. Þetta er svona hassmenning, fötumenning. Og þeir eru bara fínir, sko, þú veist. En alveg sama með hasshausa, argasti hasshaus er hundleiðilegur, alveg eins og sá sem er alltaf fullur er yfirleitt frekar leiðilegur. Og hasshausinn, hann er ofta ekkert mjög próduktífur fyrir samfélagið, frekar en að sá sem er alltaf fullur er ofta ekkert mjög próduktífur hvorki fyrir samfélagið né sjálfan sig né sína nánustu. Og þetta er þannig að það er alltaf svörtu sauðirnir það eru fyllibitna sem koma óorðið áfengið, en það er nú þær sem að halda uppi nokkur hluta neyslunar samt. En ég held að sko aðgengi að áfengi á Íslandi er mjög gott, og það er mjög skiptar skoðanir hvort að það þarf að vera eitthvað mikið betra en það er. Ég verð að segja fyrir mína part að ég er ekki ég held að það er ekki þessum samfélagi til neinna sérstakra bóta að færa sölu á áfengi inn í matvöruverslanir.
Að sama skapi þá finnst mér ekkit, þá sé ég ekki að það sé eitthvað stórkostlegt atriði að ríkið fá eitt að sjá sölu á þessu. En ég held að þetta sé ágætt að þetta fari fram í sérverslunum. Þetta er sérvara sem að já, má jafnvel halda því fram að það þurfa ákveðna þekkingu til að þjónusta þetta almennilega. Það þurfa að vera svona svolítið konnoisseurar til þess að geta til dæmis ráðlagt hvaða vín, að því að nú vera að tala mikið þetta á svona undir formerkjum menningar, vínmenningar og svona. Að þá veit ég ekki hvort að matvöruverslanir myndu koma sér upp fagþekkingu, sérstök fagþekking í bónus hvaða vín fari best með hvaða kjöti. Eða hvort þeir myndu bara selja beljur, bara 3 lítrar, lágmarksmagn, 2 tegundir. Ef þú kaupir 6 þá færðu eina fría. Þannig að þá getur þú verið þarna með einhverja tæpa 20 lítra af beljurauðvinni í góðum fíling. En ég held að þessi tillaga, þessi ályktunartillaga, það er mjög fínt að fá umsagnir frá fólki sem til þekkir hvað því finnst. Það eru skiptar skoðanir þetta. Þetta fer þvert á stjórnmálaflokka auðvitað, vegna þess að já, þetta er ekkert eitthvað svona frjálshyggja kommunismi dæmi. Þetta er bara þetta er eiturlyf sem við erum að tala og fíkniefni. Sala á tóbaki til dæmis er háð ákveðnum takmörkunum. Er þetta eitthvað svoleiðis sem við sjáum fyrir okkur? Eitthvað svona bak við tjald, svona, þú getur dregið tjald frá og opnast áfengishillan sem eru 4 tegundir af rauðvíni og kaupmannum á horninu. En ég styð bara þessa tillögu borgarstjóra við fjöllum betur þetta á hinum ýmsu stöðum. Ég vona að við gerum það bara sem lengst og sem best og þakka fyrir að sinni. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sinni, þá er borgarfulltrúi Halldór Eiðar Svansson og óskar eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að þakka borgarfulltrúanum Sigríði Birni Blöndal fyrir þessa skeleggu og hispurslausu ræðu hin ýmis vímuefni sem sýnir enn og aftur fram á hvað þetta er víðtækt mál og hægt að setja hin ýmis víðar í samhengi. Nú er náttúrulega talað eins og hann kom í raun dálítið inn á sjálfur, skaðaminnkandi nálganir í vímuefnavörnum. Mér finnst sjálfur alltaf furðulegt að tala áfengi og vímuefni, þar sem áfengi er vímuefni. En það snýst einmitt það að það sé ákveðin hópur sem neytir ákveðina efna og þá sé nú ágætt að reyna að draga dálítið úr þeim skaða sem hlýst af. Það er til dæmis akkur að tala í tengslum við kannabisefni að svona lögbann við þeim leiði til þess að það sé ræktað þannig að það sé hærra magn af svokölluðu THC sem er það efni sem ruglast alltaf í hausnum á fólki, en með aðeins meira frjálsræði þá sé hægt að leiða þetta út í einhverja betri brautir, en þetta er náttúrulega ekki eitthvað sem við erum að taka afstöðu til hér í borgarstjórn. En svo eitt sem ég ætla að koma inn á áðan, kannski ekki mikinn tíma, það var ein umsögn þar sem að talaði mann þess að ég ætla að gera lítið úr nauðsyn þess að vernda börn fyrir aðgengi að hinum ýmsu vímuefnum og halda því frá þeim sem að okkur hefur vissilega tekist mjög vel þrátt fyrir aukið aðgengi sem að er ágætispunktur. Þá talaði að það að börn sæju áfengi í búðum geti leitt til þess að þau hafi jákvæð viðhorf gagnvart áfengi. Þannig að það virðist ennþá vera svona pínu púritisma hræsni, eða maður má nota það orð að það er allt í lagi að fullorðnir noti áfengi og njóti þess og svo framvegis, en við höfum alltaf að vera með eitthvað svona, sérstaklega gagnvart börnum, svona eitthvað skonar hálfgerðan feluleik það að þetta sé nú ekkert svo skemmtilegt þrátt fyrir allt. Borgarfulltrúi Halldór Eiðar Svansson hefur lokið við að veita andsvör. Þá er andsvörum lokið og á mælendaskrá er þá Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar.
Ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem kannski skiljanlega fór út víðan völl. Þetta málefni sem að tekur til mjög margra þátta. Það var ekki tilviljun að ég í minni ræðu þar sem ég flutti hér ályktunartillögu þessa fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hélt mér við þessa tengingu við aðalskipulagið, þessa tengingu við að við erum hér að búa til borg og erum að stuðla hér alla daga að því að taka réttar ákvarðanir í þeim efnum með þau tæki sem við höfum yfir að ráða hvað það varðar og þetta eitt af því. Ég get kannski svo sem skilið að borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir kannski hafi ekki jafn mikinn skilning á því. Við erum hérna aðri borgarfulltrúarnir sem hefur að ræða á þessum nótum undanfarin ár þar sem við kannski örlítið nær því að hvert lítið eitt sem við getum gert í að búa til borg og stuðla hér að betri hverfum. Ég vil hins vegar fá þakka fyrir tvennt í ræðu borgarfulltrúans þar sem að hún fjallaði að þessi tillaga væri komin úr einhvers konar Heimdallshorni. Ég tek því sem miklu hrósi. Í fyrsta lagi ég reyndar komin af Heimdallsaldri en mjög glöð ef það einhver vafi á það. Hins vegar Heimdallur stendur bara fyrir frelsi og þetta vissulega frelsismál á einhvern hátt. En ég gerði mér að leik að tala ekki það því að sú pólitík hún fær nógu mikið af röddum á Alþinginu þar sem þetta mál rætt á þeim forsendum. Við erum hér sem borgarstjórn að ræða þetta mál út frá hagsmunum borgarbúa, út frá þeim tækjum sem við höfum úr að ráða. Og aðalskipulagið og þróun hverfanna og sjálfbærni þeirra eitt af því. Ég nefnilega að því sögðu verð því að lýsa yfir undrun minni að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir sagði að það væri langsótt að halda að það hefði eitthvað að gera með þróun hverfanna hvort að einn algengasta neysluvara Reykvíkinga sé að finna í hverfunum eður ei. Ég hefði ekki verið jafn hissa ef einhver aðri borgarfulltrúar hefðu kannski spurt þessara spurningar því að kannski hún ekkert augljós gagnvart öllum, en ég hefði satt fast að segja haldið að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir og aðrir sem til dæmis hafa stóðið að aðalskipulaginu myndu vita allt Það er merkilega við aðalskipulagið að þrátt fyrir að það var vissulega tekist á nokkra þætti þess, þá þetta einn þáttur þess sem ríkti sama sem þverpólitísk samstaða allan þann tíma sem það var í vinnslu. Og við vitum það, við sem hefum komið á aðalskipulagsvinnunni og hvernig því hefur svo verið framfylgt og hversu metnaðfullt plönin eru, að þar eitt einasta lítið atriði sem skiptir hellingsmáli. Og það að ein algengasta neysluvara Reykvíkinga sé að finna inn í hverfunum eða ekki, sé ekki eitt af því, stenst enga skoðun. Stenst enga skoðun miðað við í hversu mörg horn við horfðum þegar við vildum skoða þessi hverfismál. Þess vegna ætla ég að leyfa mér að vona, ég ætla að halda mig bara við þessa skoðun mína. Ég ætla ekki að fjalla öll þau mýmörgu önnur atriði sem auðvitað mjög freistandi að fjalla en ég veit að hefur verið gert á Alþingi með öllum fjölda umsagna sem hafa komið þangað á borð og ég veist ekki að fá þar mjög fína og réttmæta umfjöllun og vinnslu eins og ber á Alþingi. Hins vegar eru við hérna í annarri stöðu og mér þykir pínu skrítið ef ég á að vera algjörlega hreinskilin að núna allt í einu ætlum við í þessu máli að fara að líta á þetta heildstætt og við getum ekki tekið þessa ákvörðun nema við erum búin að horfa í öll horn eins og við séum á Alþingi og við höfum gert annað eins. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lýsti því hér að svona ákvarðanir eða svona ályktunartillögur væru sjaldgæfar, ef ég leyfi allan að njóta vafans með það, að hún hafi ekki sagt að það gerist aldrei. Því það hefur vissulega gerst og það ekki lengra síðan en í vor, þar sem að borgarfulltrúar í þessum sal samþykktu að ríkisstjórn Íslands myndi halda þjóðaratkvæðagreiðslu ESB. Því máli var ekki vísað til borgarráðs. Því máli var ekki vísað til allra sviðanna borgarkerfisins til að gera úttekt á því hvort að þjóðaratkvæðagreiðslan í ESB var jákvæð eða neikvæð fyrir Reykvíkinga. Af hverju var það ekki gert? Af hverju var það ekki gert þá? En af hverju þarf allt í einu að gera það núna þegar við erum mjög einfalt tæki í höndunum þar sem við vitum að mun styðja við okkar aðalskipulag en þá það orðið ómögulegt og miklu stærra mál. Og það nú örugglega bara einhver pólitík út af því að öðru leyti könnumst við ekkert við hana.
Ég ætla að leyfa mér að segja það að þessi afstaða hryggir mig smá og hún veldur mér vonbrigðum. Ég held að við höfum alla burði til þess að taka þessa ákvörðun hér og nú. Þetta er ekki svo flókið af því leitinu sem það snýr að því skipulagsvaldi sem við höfum hér í þessari borg og hvað það vald getur þýtt og hverju það getur áhrif. Og ég ætla að leyfa mér að vona að það hafi ekkert að gera með það að vissulega er þetta mál klofið á Alþingi. Vissulega er það þannig að meirihlutin hér í þessari borgarstjórn er í þeirri stöðu að helmingurinn af þeirra flokkum er með málinu á Alþingi en helmingurinn er á móti því. Ég ætla að vona að það sé ekki ástæðan því að okkar hlutverk hér er fyrst og fremst að búa til borg með hag borgarbúa fyrir brjósti og ég ætla að vona að það sé ekki ástæðan því að mér finnst ekki sannfærandi að okkur allt í einu núna verður að fara í gegnum allt borgarkerfið með ekki flóknara mál en þetta. Takk. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið máli sínu. Það hafa 3 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þess vegna ætlar forseti að takmarka tímann við 1 mínútu. Fyrst er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Jæja, það eru bara 2 sem hafa óskað eftir að veita andsvar, þannig að hvor borgarfulltrúi fær 2 mínútur. Forseti, borgarstjórn. Ég frábið mér að borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir komi inn í pontu og í að því að ég hef ekki skilning á þessu máli sem hér er til umfjöllunar. Eða það að ég hef ekki skilning á skipulagsmálum. Það er nú einu sinni þannig að ég tel mig hafa bara töluvert meiri skilning heldur en umræddur borgarfulltrúi. Því það er nefnilega þannig að frelsi einna er fangelsi annarra. Og frelsi í sölu á áfengi og leita búðum og kaupmannahöfnum leyfi til þess setur börn og fjölskyldur þeirra sem sárt eiga að binda út frá áfengisneyslu og við vitum það, borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir, að þú hefur fylgst með í velferðarmálum, að það er mjög mikil aukning þar og það er ekki síst áfenginum að kenna. Það er að þeirri ástæðu sem ég tel að þetta liggi mjög ljóst fyrir. Við í Framsóknar flugvallarvinum, við setjum manngildi ofar auðgildi við það þegar þessi ákvörðun verður borin hér upp. Og það er bara pínu krúttlegt að meirihlutinn sem getur raunverulega verið svona hrifinn af þessari tillögu sem kemur að smiðju heimdallar. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti og borgarfulltrúar. Borgarfulltrúin Hildur Sverrisdóttir gerir hér að umræðuefni hefð varðandi svona ályktanir. Það er út af fyrir sig auðvitað rétt að þetta er ekki einsdæmi að ályktun sé lögð fram án þess að hún sé rædd áður og eitthvað sem að geti hugsanlega orðið ágreiningur þó að venjan sé líklega, þetta er auðvitað með þeim fyrirvara að ég er nýr hérna, venjan sé líklega að reyna að leita sátta. En fyrst þú nefnir ályktunina að skora á ríkisstjórnina að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið og spyr að því hvort að, ég var náttúrulega ekki þar, þetta með þeim fyrirvara líka, en ég hef mínar skoðanir og spyr hvort að ýjar að því hvort að þetta hafi verið það flókið mál að það hefði átt að gera einhverja úttekt áður en að hún er afgreidd og svo náttúrulega er það spurning hvort að þetta hafi átt heima hér, hvort að þetta sé ekki flokkspólitískt og svo framvegis, en ég fyrir mína parta vil nú einfaldlega fyrst ég fæ færi á því að segja það hér að vil bara segja að það er mjög einfalt mál út frá bæði loforðum stjórnarflokkana í kosningum, trekk í trekk og stefnuskrám. Þeir þurftu ekkert að semja af sér hvað það varðar, þeir voru báðir samstiga. Á blaðamannafundi 22. maí 2013 þar sem að forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson kynntu stjórnarsáttmálann var hann spurður sérstaklega fréttamanni og þetta er til á YouTube hvort að það kæmi ekki örugglega til þjóðaratkvæðagreiðslu og þá sagði hann í svo mörgum öðrum orðum að sjálfsögðu kemur til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að þetta er eitthvað sem að ég held óháð því hvort að það er rétt að álykta það hér í borginni eða ekki, að þurfi ekki að færa fyrir neina nefnd og ég held að það standi á þeim
sem að lofuðu þessu trekk í trekk og hafa ekki gefið neinar almennilegar skýringar á því af hverju ekki er hægt að standa við það. Takk. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góða borgarfulltrúar, ég vildi bara örstutt fá að nefna það. Það sem borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson gerir hér að svona efnislegu umræðuefni, þetta hvort að það hafi verið einhvern veginn réttmætara að ræða hér um hvatningu til ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu út af ESB. Ég ætla ekki að fara efnislega í það mál, ég gæti nefnt önnur mál. Borgarstjórn hefur ályktað varðandi fiskvinnslu fyrirkomulag, varðandi fiskvinnsluhagsmuna Reykvíkinga, atkvæðisréttur fór líka hér í gegn og fleira, og ég notaði bara þetta sem dæmi yfir að það er ekki fordæmislaust að við höfum tekið aðra eins ákvarðanir hér í þessum sal, og það var það eina sem ég vildi minnast á. Takk. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið máli sínu og ekki eru fleiri á mælendaskrá. Fyrirgefðu, borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Forseti og borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum Hildi Sverrisdóttir fyrir þessa áréttingu, enda hafi ég auðvitað þann fyrirvara á að, þó ég hafi kannski ekki haft það nú skýrt, að auðvitað er þetta bara dæmi hjá henni sem ég ákvað að stökkva á og aðeins að viljandi afvegaleiða umræðuna. En út af fyrir sig er auðvitað hárétt sem hún segir að það getur verið allur gangur á þessu, en engu að síður þá stend ég ennþá sjálfur við það að mér finnst réttast að senda þetta mál til umsagnar til borgarráðs og til umsagnar til þar til bærra aðila. Mér finnst það vera þess eðlis nákvæmlega þetta mál, svo tek ég afstöðu til annara sem framkunna að koma eftir atvikum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá er umræðum lokið, bæði andsvörum og umræðum. Þá göngum við til atkvæða málsmeðferðartillögu sem að borgarstjóri talaði fyrir hér áðan að vísa tillögunni til borgarráðs. Allir eru komnir í salinn og við göngum til atkvæða. Þau sem samþykkja að vísa tillögunni til borgarráðs gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Þá gerum við hlé á fundinum í 25 mínútur eða hálftíma til þess að fá okkur kvöldverð.